Já, hér kannski ágætt, já, ef við tökum þá eftir. Við getum svo, það eru svona sjálfgefnar litapalettur sem notar og maður kannski ekki alltaf ánægður með þær, en ef maður vill gera þetta bara svona manuált að skipta liti, að þá getur maður nota hérna scale color manual til að gera það. Og hér, það svona helstu litir eru skilgreindir, þannig að maður getur gert það á þennan veg hér. Þið getur endilega fikta í þessu. Hvað erum við að gera hér? Jú, einmitt, takið eftir því að merkingin hérna uppi, hér kemur bara, þetta nafnið á breytunni sem við notum og breytan okkar heitir Kenny. Þessu, hérna þetta svo sem allt lagi, en stundum erum við að nota ykkur svona styttingar eða eitthvað sem breytunöfn. Hérna væri kannski gott að setja stóran staf og þá gerum við það hérna inn í labs. Þess vegna væri ágætt að nota ekki bara X-lab og Y-lab eins og við gerum fyrst, heldur verið bara með þetta í sömu línunni, og þá breytum við hérna við, það color, og hérna við erum að nota, eða sem við ætlum að merkja hana með, sem við ætlum að skrifa kyn með stóru kái hérna fyrir ofan. Svona. Þetta nú bara orðin ágætis mynd hjá okkur. Já, hérna líka annað. Við erum með 2 talnabreytur hérna, hæð og þyngd, og við mögulega viljum einhvern veginn koma gildunum á 3. talnabreytunni fyrir. Og það getum við gert hreinlega. Hérna ætlum við að nota mismunandi stærðir á hérna, hvað var að kalla þetta, punktum eða hvað við nú kallum þetta, eftir því hvaða gildi einhver ákveðin breyta tekur. Hérna ætlum við að nota breytuna líkamsrækt. Þannig að hérna, ef við ekki bara kópera þetta aftur, stelum þessu, já, ég ætla reyndar að taka þetta. Nei, þetta má svo sem alveg vera, við bætum þessu bara við getum verið með kyn og líkamsrækt inni, þannig að hérna munum við bæta við size og nafnið á heitir hún ekki svona einhvern veginn, að þá erum við komið með sem sagt líkamsræktina hérna inni, og hér getum við eins bætt við size, ef við viljum skrifa þetta ræktar eða rækt bara, þá kemur það hérna fyrir ofan. Og þá höfum við sem sagt, hér fólk sem að stunda mikla líkamsrækt, 25 tíma eða, nú veit ég ekki alveg hvert, en svona allavega einhverstað milli 20 og 25 tíma, þannig að við sjáum þarna hvort að sé eitthvað, getum lesið út einhver möguleg sambönd þarna. Hér, þetta gerði ég nú bara svona til þess að það eru svo margar stillingar, og þessi themes hérna, það alveg áhugavert og gaman að fikta í því að hér sjálfgefið það birtast þessi svona svokölluð legend hérna, hvert svona í já, ég var nú ekki góð í að svona, þetta betra svona líkamsrækt, að ef við viljum að við komum svona hlið við hlið, þá getum við nota theme legend.box jafnt og horizontal. Heyrðu, flott, þetta voru hérna punktaritin, og það hægt að fikta endalaust, og ég hvet ykkur til að gera það. Hefur við að merkja þetta einhvern veginn svona, að hér erum við með sem sagt punktarit, og svo ætlum við að fara yfir í stöðlarit, sá ekki betur. Stöðlarit. Ekki að vera feiminn við að skrifa íslenska stafi hérna. Og stöðlarit notum við þegar við erum með talnabreytu og eina talnabreytu, og við viljum svona sjá hvernig dreifingun á henni háttað,
og aftur skulum við bara stela þessum svona grunnkóða til að byrja með og sjá hvernig okkur gengur með það. Að hér sama hugsun, ggplot, púls, við erum bara með eina breyti sem við erum að teikna og það er líkamsrækt og geomið sem við erum að nota er histogram eða stuðlaritt. Svo við teiknum þetta og þetta er svona ekkert mjög lýsandi, það hjálpar okkur mikið til að átta okkur á, eitthvað, en sjálfgefið er að R sem sagt brýtur talnabreytuna upp í einhver ákveðna marga flokka. Hæðin á súlanum hérna er fjöldin, þannig að, og breiddin á súlanum hérna hjá okkur, hér eru við með 10, 20 og þetta er nú eitthvað, þetta er nú bara alls ekki hæð, þetta er nú meiri vitleysan að við erum að horfa á líkamsræktar ástundun hérna en ekki hæð. Þannig að við skulum nú, hér er eitthvað svona copy-paste villa. Líkamsrækt, svona. Að þetta gekk ekki alveg upp, þannig annars vorum við með einstaklinga sem væru upp í 20 og eitthvað sentimetrar á hæð. Það gekk ekki alveg upp. En þess að hæðin á súlanum er fjöldin og svo getum við lesið hérna gildin á líkamsrækta breytunni hérna á x-ásnum. En við viljum endilega, þetta er ekkert svona sérstaklega lýsandi, þannig að við viljum breyka þessi bil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, já þetta er alveg tæplega hérna klukkustund hvert bil og við getum gert það á mismunandi vegu. Annarkvort segja hreinlega hversu breitt viljum við að hvert bil sé eða hversu margar súlurnar eru. Og við skulum nota hérna þessa binwidth, jafnt og 2 til dæmis og, svona skrifaði þetta ekki rétt, að þá er hver súla, þá er það sem sagt 2 klukkustundir og svo getum við lesið hæðina. En ef við viljum tilgreina hversu súlurnar eiga að vera margar, þá notum við bins í staðan fyrir binwidth. Sådan.